Komið sæl og verið velkomin í útsendingu frá liðamóti Pílufélags Grindavíkur. Í kvöld ætlum við að fylgjast með viðureign U18 og 180. Þetta er önnur umferð sem er að hefjast í kvöld en vegna tæknilegra örðugleika þá var ekki kleift að sýna frá fyrstu umferð. En liðamótið sem Pílufélag Grindavíkur heldur er með því sniði að spilaðir 501, 301, krikket og 501 í lokinn. Og leikirnir eru þannig byggðir upp að liðin þurfa að vinna 2 sigra í hverri lotu til að sigra stigið. Og í boði fyrir kvöldið eru sem sagt 5 stig. Þú getur fengið stig fyrir 501, þú getur fengið stig fyrir 301, krikket og síðan loka 501. Það hljómar allt voða flókið en ég skal gera mitt besta til að útskýra þetta nánar eins vel og ég get og reyni að uppfæra ykkur stöðuna eftir hvern leik. Þið sjáu stöðuna þannig niðri á skjánum hjá okkur en hún hefði kannski ekki alveg að marka hana. En nú eru á skjánum Björn Steinar Brynjólfsson og Alex Máni Pétursson og eru þeir að spila 501 og þessi leikur er best af 3 leggjum því að það þarf að vinna 2 leggi og það eru 2 mögulega 3 svona leikir sem eru spilaðir. Ef að annað liðið vinnur báða leikina þá vinna þeir stigið en ef að sitt hvort liðið vinnur sinn leik þá er farið í 8 leik og hann er spilaður tvímenningur. Þá eru sem sagt 2 úr hvoru liði sem að spila það sem barist er þetta eina stig. Og hérna sjáum við Alex á 179 eftir. Reynir að stilla sig af í útskoti og honum tekst það. Það er hátt útskot. Björn Steinar þyrfti 140 til að skilja eftir 16 og setja pressu. En hann setur 60. Og skemmtileg leið í 138 er 3x19, 3x19, 2x12 sem að Alex reyndi en hitti ekki fyrstu bílunni þannig að það er ekki í boði. Og 116 þá fer hann í 60, þá er hann 56 eftir 16 og toppinn fyrir fyrsta legg. Nei, mista hann aðeins og neðarlega. Alex tekur dregur djúpt andan. Það er eitthvað vesen með skorið. En þið sjáu við erum komið með aðeins fleiri myndavéla sýnishorn sem bara gefur útsendingunni aðeins meira krydd. En Alex rétt missir þarna double 12 fyrir fyrsta leggnum og Björn Steinar getur núna klárað á double 10. Fer inn fyrir þá double 5. Aftur double 5. Nei, skilur sig í 5 eftir. Og hleypir Alex í rauninni aftur í sens að taka fyrsta legg. Double 12, fyrsta píla, vel gert. Það var 1-0 í þessum leik en Alex þarf að vinna hann aftur til þess að vinna þann leik þar sem þetta er best af 3.
Nú í fyrstu umferð sem ekki sýnd í miður þá spilaðu Átján við lið Vísi og unnu þá nokkuð örugglega 5-0 og 180 spilaði við The Baker and the Wasp og töpuðu þeim leik naumlega 3-2. Þetta pílur þarna en óheppinn bara 60 skor. Björnstinnan ekki alveg að refsa. Þetta allt í járnum þessi leikur. Skemmtilegt liðaskot sem við erum að bjóða upp á hérna í kvöld. Óheppinn þarna með fyrstu pílu í 60 reitnum en náði ekki að fylgja því eftir. Alex á undan í útskots möguleika en Björnstinnar fylgir fast á eftir. Þá fer hann í 3x19 en fer í 3x7. Hann ekki að taka þetta út. Gefur Bjössa möguleika á 74. Hann fer í 3x9. 47 eftir. Fyrir 15 og hann fer 82 eftir sem doppel 16. Inn fyrir skilur sér eftir í 16. Alex á þú möguleika að sigra þennan leik ef hann tekur út 48 fyrir 16 og þá 2x16 og hann gerir það í annari pílu. 1-0 Átján. Þeir eru komnir með stig í 501 leiknum. Og þá getur Tómas Bergi Bjarnason tekið ef að hann vinnur þennan leik á móti Þresti Þór Sigurðssyni. Þá eru Átján komnir með fyrsta stigið sem í boði hér í kvöld. Nú bæði Tómas og Alex Máni eru
í landsliði Íslands undir 18 í pílukasti og hafa undir handleiðslu þjálfara Péturs Rúðriks Guðmundssonar farið nokkru sinnum út að keppa og öðlast mikilvæga reynslu. Það hafa bæði farið til Tyrklands og Gíbraltar.
Þannig á hann eftir doppel 9. Fer inn fyrir. Þröstur á þá hér doppel 12 til að koma þessu í til að vinna fyrsta legginn. Hann gerir það. Fyrstu pílu. Og þá komin 1-0. Ef að Þrösturinn að vinna legg nummer 2 líka, þá staðan orðin 1-1 og þá farið í 8 leik fyrir stíinu. Þetta hljómar voða flókið, en það í rauninni ekki ef maður sérstaklega ef maður fann að spila þetta. Þröstur á þá 39 eftir, fer í 8, þá hann 31, 7, 24 eftir, doppel 12, alveg eins og fyrsti leggur og búm, beint út. Vinnur leikinn 2-0 og þá spilaður 8 leikur. Þessi 8 leikur líka best af 3, þannig að það þarf að vinna 2 leggi. En nú spilaður tvímenningur, þannig að báðir liðsmenn taka þátt.
Tómas hérna á 6 eftir, það er double 3 og neglir þriðju pílu í vinnu fyrsta legg. Þeir eru á góðri leið með að sigra þennan 8 legg.
seriøst? Er det 10-7? Ja. Fordi så er det så 10. Yeah. Skal vi tøvre med? Ja. 57 til. 17. Nei, 17. Nei. 17. En for 15. Alex Máni 36 fyrir sigrinum, fer inn fyrir á þá doppel 9 eftir og fer út fyrir. Björn Steinar verður að taka þetta út til að koma þessu yfir í 8 legg. Fyrir 5 þá var hann 35 eftir, einfaldur 3 þá var hann 32 eftir, doppel 16, já, gerir það. Þá er orðið 1-1 í þessum leik og þá er 1 leggur eftir til að útkljá stíið. Og það eru 180 menn sem byrja. Ekki bara kort på start. Greina bara. Já, greina. Oj, 64.
6. Það er 3 eftir. Hann á 3 eftir. Bæði lið búin að eiga fullt af færum. Það er stress í gangi. Björn Steinar hérna á double einum. Fer inn fyrir. Sprengir. Fær þá ekki að nota seinustu píluna sína. Og Alex þarf því að fara hér í einfaldan 1 sem hann gerir og þá tvöfaldur 1. Og fyrir líka inn fyrir. Hvað gerir Þröstur? 2-1. Ágætispíla, fínt marker en nægir ekki að fylgja hann eftir. Fer í 18 og sprengir. Tómas á annan möguleika. En hann sprengir í fyrstu pílu fyrir 20 ritin. Aftur Björn Steinar. Double 1. Út fyrir. Út fyrir. Og út fyrir. Hvað gerir Alex? Það er sama uppskriftu áðan, en nei, hann sprengir með því að fara í tvöfaldan 1. Það er svona, stressið getur farið með mann. Þröstur fer líka inn fyrir, fær bara að nota eina pílu, þar sem hann sprengdi. Tómas sprengir líka. Og Björn Steinar, 2-1, fyrsta píla. Þá er það komið á reynt. 180 sigrar fyrstu lotu og er þá komin í 1-0 forystu. Þá skiptum við yfir í 301. Þá er lota 2 byrjuð og það er alveg sama fyrirkomulag nema leikurinn breytist og heitir núna 301. Og í 301 skiptir máli að maður þarf að skjóta sig inn á tvöföldum reit og skjóta sig út á tvöföldum reit. Og það eru þeir Alex Máni og Björn Steinar sem eiga hér fyrsta leik og Alex reynir double 16 til að kemur sér inn á double 8 og fyrir 19 og er kominn af stað eins og maður segir. Björn Steinar fer í toppinn, reynir að skjóta sig inn á 40 og hittir ekki og fær þar leiðandi engin stig. Þú þarft að hitta tvöfaldar reitinn til þess að mega byrja skjótaði niður. Nei, Björn Steinar ennþá í vandræðum að skjóta sig inn í leikinn og núna getur Alex skunkaðan eins og það er kallað þegar að
það er þegar maður næra sigra legg án þess að andstæðingurinn næra að skjóta sig inn. Hann nærið ekki þetta skiptið og Björn Steinar næra að skjóta sig inn, tekur inn double 16 og fylgir því eftir. Þannig að Alex nær nú ekki að nær ekki að skunka hann, en hann ætti nú að taka þennan legg. Fyrir einfaldan 15 þá á hann 32 eftir, það með double 16. Fyrir 8 þá á hann 24 eftir, 212 og fyrir utan. Björn Steinar er ekki komin í útskot, þannig að eina sem hann getur gert er að setja smá pressu á þetta og reyna að koma sér í útskot. Gerir það ekki, hittir bara 60 og Alex Máni fær hér hjá fríjar allavega 6 pílur til að taka út 24. Gerir það í pílu nummer 2 á double 6 og vinnur fyrsta legginn. Björn Steinar er ennþá í vandræðum að skjóta sig inn. Alex komin inn í annari pílu, fylgir því eftir með auka 19 stigum. Þarna er Björn Steinar komin inn, gerir það glæsilega. Skorar hér 112. Og er strax komin í leikinn. Alex Máni 32 eftir, það er double 16. Fyrir inn fyrir, þá er hann double 8, tekur út annari pílu 1-0 fyrir U18 í fyrsta leik í 301. Þá er það leikur 2 og þá er það Þórarinn Arnarsson á móti Tómasi Breka og Þórarinn er komin í þá stöðu og hann verður að sigra þennan leik til að knýja fram 8 leik, annars næru U18 að jafna leikinn. Þetta er 72. 72? Nei, 82.
Tveir restir, gerði bara 32 og íttu síðan hérna. Gerði bara 19 pluss 14. Já, pluss. Hvað er það? 14. Tómas á hérna 4 eftir og fyrsta píla, double 2. Fyrsti leggur og það vantar hann bara einni viðbót til að jafna leikinn. Hvað er það? 57. Þetta er miss.
Tómas 8 eftir, það er 2x4. Þessi er alveg í vírnum. Og þriðja píla fer í. Það er 3. Já, þeir eru. Og U18 er búin að jafna leikinn. Já. 180 unnu 501, U18 unnu 301 og því miður þá klikkaði upptakan þegar að krikketin var spilaður og því erum við komin í það sem við köllum Turk 182. Já. En krikketin fór þannig að 180 sigraði krikketin. Björn Steinar vann Alex Mána og en Tómas sigraði Þórarinn. Þannig að sá leikur fór í 8 leik þar sem að Björn Steinar og Þórarinn höfðu betur. En eins og ég segi núna erum við að horfa þá á það sem við köllum Turk 182 og það er rauninni 501 best af 7 leggjum en það er bara 1 leggur spilaður í einu og liðin eru búin að velja hvaða leikmenn spila hvaða legg og hérna erum við að horfa á fyrsta legginn. Þannig að liðin þurfa að vinna 4 til þess að vinna 2 stig. Turkinn er þannig að það er gefin 2 stig fyrir sigur í þessu. Og staðan er sem sagt 2-1 fyrir 180. En það eru 2 stig í boði fyrir þetta, þannig að það er allt opið og jafntefli er ekki möguleik. Þannig að annarkvort vinnur 180 4-1 eða U18 tekur þetta 3-2. Tómas í vandræðum að skjóta þessu út fyrir inn í þristinn á þá doppul 6 eftir. Nei, hittir ekki en á möguleika því að Björn er ekki í útskoti. 162 er ekki útskot. En hann hittir 60 og á þá 102 eftir. En doppul 6, nei, þá á hann doppul 3. Hittir ekki spjaldið. Þannig að Björn á möguleika að stela þessu 102, 82 eftir, hélt áfram í 20 reitnum, fer í 3x10 og skilir sér eftir í 32. Þannig að nú er komin pressa á Tómas. Og þú sér það. Tekur skrif tilbaka. Er í einfaldan þá á hann 3 eftir, þá fara hann að fara í 1, en hann sprengir, tekur á mikið. Þannig að Björn Steinar á séns á að stela fyrsta leggnum. Doppul 16 og hann gerir það fyrsta píla Og klúraði þessu. 180 og talar að hann hafi klúðrað þessu og sem gerði þessu sannarlega en maður þarf hitt á 2-faldarreitin þannig að það er 1-0 fyrir 180 og það er eins og ég segi fyrsta liðið sem að sigrar 4 leggi. Nú erum við að horfa á Þórarinn og Alex Mána í leik númer 2.
tíma. Come on, Alex. Jesus Christ. 30. Alex tók ekki út 32 þarna en Þórarinn er svolítið langt á eftir þannig að hann fær fleiri pílur til að reyna að jafna leikinn í 1-1. Doppel 8 fyrir utan þarf að færa sig, búa til pláss, er inn fyrir og þá doppel 4 eftir og tekur hann út í þriðju pílu og jafnar viðrögnuna 1-1. Ég er ready. Ready, já.
Þriði leikur í túrknum er þá Tómas og Þröstur. Báðir eiga hér eftir 40 sem er doppul 20. Þröstur fer inn fyrir og þá 210 eftir. Fyrir einfaldan 6, þannig að 14 eftir. Tómas tekur djúpt andan á sama uppskrift toppurinn. Ein píla eftir og fer inn fyrir. Þannig að Þröstur getur komið 180 í 2-1 með 2x7. Hann gerir það. Glæsileg píla.
180 konur í 2-1 og Alex og Björn Steinar í leik nummer 4. Það er Björn Steinar sem byrjar og getur komið 180 í gríðarlega góða stöðu með sigri í þessum legg. Kom, 2-6. Gerir fyrir hvað er þetta? Í benter? Það er ekki rétt hjá mér, Alex. Hvað er 19 triple 3? 57. Æ, 62. Þráttur 2 eftir, doppel 16 fer inn fyrir og á doppel 4 fyrir sigrinum. Nei, sprengir fyrir hann í 213. Alex 68 eftir, fyrir 5 þá er hann 63, ætti að fer í 13 og bull, fer í 4 eða 12, ég sé þetta ekki alveg nógu vel. Á ekki möguleika á pílu til þess að sigra og Björn fær annan möguleika. Doppel 16 inn fyrir, alveg eins og áðan, út fyrir í þetta skipti og doppel 8, nei, Alex fær annan möguleika. Sama og hann gerir það sem Björn Steinar gat ekki, doppel 16, fyrsta píla
og staðan er orðin 2-2. Alex og Þröstur eru hér að spila 5. leikinn. Staðan er 2-2. Og eins og ég sagði áðan, fyrstur upp í 4 hlýtur 2 stig og er þar leiðandi búinn að vinna leikinn. Þröstur á 102 eftir, 82 fyrir einfaldan 1. Og Alex á það möguleika að koma U18 yfir. Doppel 4 gerir það í annari pílu. U18 komnir yfir og hér er pressa á Þórarni. Ef hann tapar
þá eru við 18 búin að vinna. Og Tómas hér í góðu möguleika á að tryggja U18 sigurinn hér í kvöld. Ítt þá 44. Ítt á 44. Fara tilbaka. Breytti í 46 bara. Strax. Það ekki 16 þessu? Það er 16. Nei, býttu bara. Býttu bara. 68. Hvað segir þú? Doppel 4 fyrir sigrinum. Síðasta píla fer í og tryggir U18 3-2 sigur á 180. Tómas. Við þökkum ykkur kærlega fyrir að horfa í kvöld og við verðum aftur hér sýnum vonandi frá viku 3. Takk fyrir mig.